Sko sem stjórnendur þá höfum við haft starfsfólki miklu meira með í ráðum heldur en við kannski gerðum. Maður sér að rödd starfsmanna fær að heyrast mun meira og það skiptir fólk miklu máli að það finni að rödd þeirra fá að heyrast. Ef ég ætti að nefna einhver ákveðna hluti þá væri það kannski flatur strúktúr innan fyrirtækisins. Jafnrétti er ekki eitthvað sem verður komið á með ofsa eða áhlaupi eða markaðsátaki. Þetta er verkefni sem þarf að taka yfir lengri tíma og þetta felur í sér ákvörðun. Þessi könnun hjá VFR, hún bara skiptir máli fyrir markaðinn. Það skiptir máli að fyrirtæki geta kortlagt sig, séð hvernig þau standa með við aðra og þetta er já viðurkenning. Fyrir stjórnendur er það rosalega mikilvægt að geta treyst niðurstöðunni. Að þetta sé ekki bara svar hluta fyrirtækinu heldur að þetta sé frá öllu starfsfólkinu. Árangurkönnun sem slíkri endurspeglar svolítið það sem fyrirtæki hafa lagt inn. Þetta er niðurstöður sem slíkar það er ekki hægt að leika sig með þessar niðurstöður. Það eru skoðun starfsmanna á fyrirtækjamenningunni. Ég held að segja svolítið mikið fyrirtæki að það fái svona verðlaun. Þú færð ekki svona verðlaun nema að þú situr inn vinnuna að byggja upp fyrirtækið og að skora hátt á svona mörgum sviðum er ekki sjálfgefið. Við erum hann í fyrsta sinn á þessu ári og ég hefði ekki getað trúað því. Það kemur ekki hér inn einn einasti viðmælandi í starfsviðtal sem ekki nefnir þetta.